Davíð Oddsson kominn langt út fyrir verksvið sitt með hugmyndum þjóðstjórn, segir menntamálaráðherra. Ég tel að verkefni Seðlabankastjóra sé að snúa sér að þeim verkefni sem heyra undir Seðlabankann, varðandi peningamálastjórnun og fleira, en ekki það að skipta sér á málum sem tilheyra stjórnmálunum. Ég held hins vegar og undirstrika það að mér finnst þetta mál vera svo miklu stærra heldur en bara þetta. Hann getur haft þessar skoðanir en þetta okkar stjórnmálamanna að ákveða, þannig að það sé alveg skýrt. Það ekki hans hlutverk að gera þetta. Þorgerður, hvað segir þú þessar hugmyndir sem að Davíð Oddsson á að hafa viðrað við ríkisstjórn og bankaráð myndun þjóðstjórnar? Ég hef sagt það að hann auðvitað komið þá langt út fyrir sitt verksvið. Það ekki hlutverk Seðlabankastjóra sem embættismaður að fara inn á pólitískt svið. Það okkar stjórnmálamanna að ákveða það og það ekki hans að ráðið að reka ríkisstjórn. Þetta viðhorf og viðfangsefni stjórnmálamanna hverju sinni. En hvernig kemst hann þá upp með það að ganga svona langt að komast inn á fund ríkisstjórnar og færa viðra slíkar hugmyndir? En þetta viðhorf að mínum mati ekki í samræmi við það umhverfi sem við búum við. Það má kannski rifja upp ummæli sem að forsætisráðherra sagði einu sinni fjármálaráðherra sinn, svona gera menn ekki. Sammála þessu, Þorgerður? Já, ég sammála þessu. Fréttablaðið segist hafa öruggar heimildir fyrir því að Davíð Oddsson hafi lagt það til að hér yrði mynduð þjóðstjórn. Honum virðist ekki duga það að þið hérna Samfylking og Sjálfstæðisflokkur vinni saman. Nei, það það sem ég segi og ég hef sagt það fyrir dag, minn gamli formaður komið langt út fyrir sitt verksvið, þannig að það sé alveg skýrt. Hann á að vera í Seðlabankanum og sjá þeim ærnu verkefni sem þar eru. Þau eru mjög mikil, hann á að sjá það að halda verðbólgunni niðri, hann á að koma með tæki til þess. Seðlabankastjóri fór út fyrir sitt verksvið.